Þá erum við komin í æfingarhlutan og nú ætlum við að æfa okkur. Þetta er mjög góð æfing. Við ætlum að byrja á því að tefla með drottningunni á móti þessum tveimur peðum. Kóngarnir sem þið sjáið þarna í myndbandinu, þeir eiga ekki að vera með í þessari æfingu þegar þið gerið æfinguna. Það eru bara drottningin, alveg saman þó að hún sé hvít og á móti svörtum peðum, eða eins og hér svört drottning á móti tveimur hvítum peðum. Kóngarnir, ég verð að hafa þá inn á bara svo að þetta skákforrit leyfi mér að hreyfa mennina, þannig að það er nú bara svona tæknilegt, en þið eigið ekki að hafa kóngarna með. Og þá skulum við byrja. Svarta drottningin er villiköttur. Þessi leikur heitir Köttur og mús. Peðin eru tvær litlar mýs sem eru að reyna að komast á grænu reitina. Þetta er sem sagt músarhola fyrir peðin. Ef að peðunum tekst að komast í músarholuna, þá vinna peðin. Þannig er leikurinn. En drottningin er nú komin þarna á þennan reit. Og hér lærum við strax mikilvægustu hugsunina í skák. Skák er þannig að hvítur byrjar alltaf og svo leikur svartur og svo leikur hvítur aftur og svartur leikur aftur. Það fær aldrei að gera tvísvar í röð, það er alltaf til skiptis. Og í hvert sinn sem að andstæðingurinn eða mótherjinn leikur, þá þarf skákmaður alltaf að spyrja sig hvers vegna lék hann þessum leik, af hverju er hann að gera þetta, og áfram þarf hann að spyrja sig hvað ætlar hann að gera næst. Þannig að þetta er eiginlega tvær spurningar sem maður spyr alltaf sjálfan sig eftir hvern einasta leik, alveg saman hvað leikurinn var lélegur eða góður skákmaður man þetta alltaf. Hann þarf alltaf að segja við sjálfan sig af hverju leik hann þessum leik og hvað ætlar hann eiginlega að gera næst. Og mýsnar eru núna hræddar, skeldar og spyrja sig hvað ætlar villikötturinn að gera næst. Getur kötturinn drepið peðið? Já. Og við vitum hvernig peð hreyfa sig. Þannig að peðið leikur D3. Af hverju lék peðið þarna út? Jú, því þetta er öruggur reitur fyrir peðið. Ef drottningin drepur peðið, þá drepur hitt peðið drottninguna og þá hafa mýsnar unnið. Það er eiginlega næsta spurning sem skákmaður spyr sér líka alltaf að það er áður en það leikur út manni, færir einhvern mann, þá spyr hann sig líka, er þetta öruggur reitur fyrir mannin minn? Það verður að gera það þegar maður ætlar að hreyfa mann út, þá verður maður alltaf að horfa á reitin sem maður ætlar að setja mannin á og vera vissum að reiturinn sé örugur. Drottningin sér að þetta er ekki gott að fara að drepa þetta peð og leikur því hér. Og við spyrjum áfram, hvers vegna leik drottningin þarna? Jú, hún ætlar að drepa peðið. Peðið er ekki örugt og þá leikur peðið áfram. Er þetta örugur reitur fyrir peðið? Já, því ef drottningin drepur peðið, þá drepur peðið drottninguna. Þannig að drottningin ætlar að færa sig aftur á D-línuna og þannig er ég búin að merkja einn kassan gulan og hinn grænan og ætla að spyrja ykkur hvort skyldi nú vera betra fyrir drottninguna að fara á gula kassan eða gula reitin eða græna reitin. Skiptir það nokkru máli því að þetta er línan sem ræðst á peði sem enginn er að passa eins og rauða örin sýnir. Og nú skal ég sýna ykkur. Það er græni kassin sem er betri. Vegna þess að þessi leikur er árás á peði sem er á Davíð 3 en einnig passar það reitin E4.
sjáið þið örina. Ef að drottningin hefði farið á hvítaritinn á Davíð 7, þá hefði drottningin ekki verið að passa peðið sem hefði getað labbað á E5. Jæja, það er ekkert fyrir peðin að gera, annað en að leika, þau verða að leika og það er bara annarkvort peðið fram, það er hvað sem er, peðið áfram, drottningin drepur, peðið áfram, drottningin drepur og drottningin vann. Pröfið núna þennan leikið svona og þetta á að vera mjög auðvelt fyrir drottninguna að vinna þetta. Það getur auðvitað alveg komið fyrir og gerist oft hjá byrjendum að þeir gleyma því að peðdrepa á ská og tapa drottningunni og þá er bara að byrja upp á nýtt. Gefið ykkur smá tíma í þessa æfingu en þegar þið eru búin með hana, sem ætti ekki að taka langan tíma, þá skuluð þið bæta inn 3. peðinu. Bæti við 3 peðum og síðan þegar það er búið, þá kannski í næsta skáktíma, þá skulum við skoða drottningin að gera árás á 4 peð og síðan 5 peð. Gangi ykkur vel.